Já, góðan og blessaðan. Axel Pétur Axelsson heiti ég á Frelsi TV og þú ert velkomin hingað inn á Frelsi TV. Ég ætla aðeins að fjalla á þessum þjóðhátíðardegi Normanna, 17. maí 2018. Þá ætla ég aðeins að fjalla söngva síonistans sem að gáfu sjálfum sér nafnið Ísrael. En fæstir að þeim koma af ættkvísl Ísraels og eru svolítið furðulegt fyrirbæri í allavega nútíma mannkynsögu. Ástæðan fyrir að ég kalla þetta síonistan er að þetta er og trúarhreyfing síonista sem að trúa því að þeir séu hinn útvalda þjóð, þeir séu yfir aðra hafnir og að ef að einhver þvælist fyrir þeirra hagsmunum eða áætlunum þá er það fólk kakkalakkar og því bara sjálfsagt að eyða þeim eins og hverjum öðrum meindýrum sem er að þvælast fyrir þeirra. Og þetta fyrirbæri sem að heitir síonistan er byggt á lygum, er rekið á lygum og lifir í lyginni daginn út og daginn inn. Það er ekkert sem að tengist raunveruleikanum sem þetta fólk segir. Og ef að einhver vogar sér að gagnrýna þetta fyrirbæri, að þá eru menn kallaðir antisemítar, sem er ein af ættkvíslum Abrahams, Samætt. Og það er eiginlega enginn sem býr í síonistan af þeirri ættkvísl. Hins vegar eru Palestínumenn af þeirri ættkvísl. Þannig að þegar ég er að gagnrýna skipulagða glæpastarfsemi gegn mannkyni og almenna stríðsglæpi gegn palestínsku þjóðinni, þá hafa sumir kallað mig antisemite sem er á haus, sko. Og ef að það dugar ekki, þá kalla menn mig gyðinga hatara. Ég hata engan. Og þessir svokölluðu síókristnir eða síónistakristnir sem lifa í einkennilegum blekkingum allan heim, þeir hafa greinilega ekki lesið biblíuna sína vel. Þar sem að Jesús segir, eða viskan segir að hata syndina en elska syndarann. Ég held að síonistan sé eitt af versta köld sem að fram hefur komið, bara ever. Og bakgrunnur síonistans er svolítið eins og hugmyndir frá Albert Pike sem að tala að það þyrfti 3 lotur í heimsstyrjöld til þess að ná heimsyfirráðum. Og þetta fólk er alveg brjálað í að ná heimsyfirráðum og kontrollera allt og alla. Og og það er eiginlega, þetta fólk er eiginlega samsamar sig mest við fyrirbæri sem að hétu farisear og fræðimenn, sem að hegðuðu sér nánast eins, og þeir sem að voguðu sér að efast umboð þeirra til að stunda sína glæpi
voru kallaði guðlastarar og grýttir. Þannig að ég hef svo lítinn áhuga á fólki sem slíku og ég styð trúfrelsi en ég hata ekkert gyðinga þeir mig að trúa hverju sem þeir vilja. Hins vegar er ég almennt á móti glæpastarfsemi og þá sérstaklega skipulagðri glæpastarfsemi sem er komin á einhvers konar ríkislevel, þess að byggir á innheimtu skatta með valdi, ofbeldi. Og ástandið þarna í Palestínu, hjá Palestínumönnum, þeir eru fastir í fangabúðum sem eru konsentreraðar á semæta. Það eru Palestínumenn eru semætar, margir hverjir, og lifa þarna í nokkurs konar fangelsi og eina ráðið sem að þetta fólk á eftir, sem er nú mest ungt fólk, það er búið að drepa alla eldri, alla pappana búið að drepa og mikið af mömmunum. Þannig að þetta er ógeðslega ung þjóð sem er föst í þessum fangabúðum og eina skilaboða skjóðan sem þau eiga eftir er að láta drepa sig. Þannig að þegar þetta fólk er að mótmæla, jafnvel vitandi það að það verður skotið í hausinn, þá er lífshorfur það slæmar í þessum aðstæðum að það er að fórna sjálfum sér lífi sínu til þess að koma skilaboðum til þín, til hins almenna borgara á Vesturlöndum, sem að er í raun eina aflið sem að hugsanlega getur gripið inn í. Og síónisminn byggir á svakalegum lygamaskinum og þar er til dæmis lygamaskínan brennifórnina. Þið vitið hvað það þýðir, þið sem að hafið fylgst með mér. Og þar eru reist alls konar söfn og allt svo hræðilegt og voðalegt hvað gerðist í brennifórnabúðunum og miklar sögur ákveðna hegðun í þeim aðstæðum sem að endurspegla sig í hegðun og framkomu sameinuðu rasshólana, kallað sig Bandaríkin stundum, og í síónistan. Og ef að menn fara að rannsaka eitthvað dýpra fyrir bara eins og Núremberg-réttarhöldin og svona uppgjörið eftir áfanga 2 í heimsstyrjöldinni, yfirráð heimsins, þá sjáum við að sú hegðun sem var verið að gagnrýna þar kemur fram í sameinuðu rassgötunum og í síónistan. Og það er til dæmis þetta að skjóta fólk á færi bara. Fólk sem er í concentration, sem er sem sagt einbeitingarbúðir, eða hvað getum við kallað það, að þar var talað að menn hefðu verið að skjóta fólk á færi bara. Það er stundað í síónistan. Menn voru sakaðir alveg hræðilega pyntingar og viðbjóð í einhverjum kringumstæðum. Það er sameinuðu rassgötunir að gera það. Og þannig að allt sem að var verið að gagnrýna í Núremberg-réttarhöldunum eru þessi 2 ríki sérstaklega að stunda daglega.
Og þá fer maður að horfa á svona aðgerðir eins og Operation Paperclip sem að aldrei hefur verið gerð aldrei verið sýnt heimildamend það á skrúfjú og aldrei var þið kennt það í heilaþvottakerfinu, kallaða skóli. Að fólkið sem var fremst í viðbjóðunum var flutt frá Evrópu til Sameinuðu raskatana og síónistana. Og sama hafa þessi öfl verið að gera í þessum styrjöldum, þessum stríðsklæpa stríðum sem þau hafa verið að stunda. Þá hefur risið upp, gjarnan eins og Írak og víðar Afganistan, hafa risið upp gríðarlega sterk andspyrna. Og þeir hafa, til dæmis í Abu Ghraib, þar var alveg gríðarlega stór hópur af fólki sem var pyntað með ákveðnum hætti. Og þetta fólk að miklu leyti rekrútað af síónistum. Og það allt þetta sem þeir kalla Al-Qaida, ISIS eða Al-Nusra eða hvað þeir vilja kalla það. Það eru sem sagt þessi síóniska hreyfing með segulstál á ógeð heimsbyggðarinnar. Ef þú ert viðbjóðsleg manneskja, þá getur fengið vinnu hjá þeim við að nauðga börnum, nauðga þeim fyrir fram á foreldra og sprauta adrenalíni í foreldrana þannig að þau getur ekki liðið yfir þau meðan að verða að nauðga börnunum þeirra og skera þeim hausinn fyrir fram á þau. Þetta það sem þetta fólk að gera. Og síónistar fjármagna þetta allt saman og styðja þetta og finnst þetta frábært sko. En þar síónismi og satanismi svona sama sull í sömu skál. Og þetta hafa nú svona samsæringar eins og ég verið að tala í mörg ár. Og það alltaf flokka bara sem eitthvað svona geðveikisraus. Og þangað til að það kemur alveg skýrt fram að það sem ég að segja rétt. Og þá segja síónistarnir bara, já, þú hefur alltaf rangt fyrir þér, þú sagðir aldrei neitt eitt eða neitt. En þar eru þeir börn lyginnar. Þau eru eins og hóran af Babylon, að þetta fólk finnur ekki til neinnar skammar eða blygðunar þótt að ljúgi. Þetta fólk finnur ekki til neinnar skammar eða blygðunar þótt að það nauðgi börnum og drepi börn og geri alltaf viðbjóðslegasta sem hún getur hugsað. Þetta fólk finnur enga skömm eða blygðun vegna þessa. Að þetta eru fólk í svipuðu ástandi og hóran af Babylon. Að það meira segja áhugaverð umræða heimspekileg hvort að þetta séu manneskjur eða hvort þetta séu villidýr. Það svona samkvæmt minni heimspeki, þá þetta fyrirbæri ekki mennst. Og hvort sem að það hópisminn sem að magnar þetta upp, þá virkar ekki þetta ógeð. Þú getur ekki gert þetta að vera með leyniskyttur skjótandi inn í annar land í börn í hausinn og eiturvopnum sem að drepa 8 mánaða lítil börn. Og sko lygarnar eru orðnar svo hlægilegar, ekki hlægilegar, þetta alltaf svo mikið sorg í þessu, það var alltaf að nota orðið hlægilegt og við getum það að nota orðið fáránlegt. Lygarnar eru orðnar svo fáránlegar að því ekki svarandi.
sko herveldi sem heitir Síónistan sem að er ekki með í neinu alþjóðlegu eftirliti vopnin sín eða neitt og neitar að hótar því að loka bara stríðsklepa á dómstólnum ef það á eitthvað að fara að skoða þá eða þeirra verk og er ekki með í neinu friðarumleitunum eða neitt að þegar þeir eru að skjóta börn í hausinn rétt fyrir utan túngarðinn heima á sér þá eru það allt saman hryðjuverkamenn. Þá kalla þeir það hryðjuverkamenn. Býtu, er það þá sem sagt réttlætanlegt að breskir hermenn væru á húsþökum í Reykjavík að skjóta fólk í hausinn til dæmis? Væri það í lagi? Þeir flokkuðu Íslendinga sem hryðjuverkamenn. Hefði verið í lagi að þeir hefðu setið í skipum rétt fyrir utan Reykjavík og bombað eitt og eitt hús og gert forsfor loftarásir á Breiðholtið þar sem að menn, forsfor þýðir að fólk brennur lifandi, það er brennifórn og sérstakar nálasprengjur sem að börn urðu mikið fyrir, nálasprengjur sem fara inn í líkamann og ekki hægt að ná út og sem tryggir það að börnin deyja kvalafullum dauða. Þessar leyniskittur í Síónistan voru að nota sprengikúlur eða hollow point bullet sem að þýddi að það er sprungu inn í fólkinu. Það er ekki hægt að kalla sig mannveru og réttlæta þetta fyrirbæri. Það er ekki hægt. Þú getur ekki farið upp og niður í lyftunni á sama tíma. Það er engin lógísk eða heimspekileg fræði sem að getur réttlætt þetta fyrirbæri eða þessar aðgerðir. Þetta fólk þarna í Palestínu hefur ekki vegabréf, þau geta ekkert farið. Þetta fólk er algjörlega að halda því fram að þetta fólk sé að ráðast á Síónistan er svo mikil heimska. Það var nú eitt sem að setti mitt kommentin á málfrelsisgrúpuna, Eldur heitir hann, og ég mun sennilega þegar að Frelsi TV kemur á heimasíðuna aftur þá mun ég vera með heimskuverðlaunin og fyrstu úthlutun fer sennilega til þessa náunga. Því hann er algjörlega bara ekki í neinum tengslum við raunveruleikann. Síðan mætir þessi nöttari, Netanyahu, mætir í viðtal og segja að Ísrael hefur verið í 3000 ár, Jerúsalem hefur verið í 3000 ár við höfuðborg Síónistan. Það er bara lygi. Það var innan við 200 ár, 180 ár sennilega sem að Jerúsalem var höfuðborg gyðinga. Og það var síðast einhverjum 100 árum fyrir Krist. Og umheimurinn á þessum tíma komst að þeirri niðurstöðu að þetta væri það mikið ógeð að þeir eyddu Jerúsalem, þannig að það stóð ekki einn steinn ofan á öðrum steini. Þeir gjörsamlega lögðu þetta ógeð í rúst. Og eftir það var þessum hópi bannað að hafa sitt eigið ríki eða hafa sitt eigið fyrirbæri. Og núna sjáum við kannski að hverju. Það er kannski við sjáum núna að hverju Jerúsalem var jafna við jörðu. Þannig að ekki stóð steinn yfir steini. Og þessum hópa fólki var bannað að byggja nokkuð skapaðanlegt upp. Og síðan dreifðust þeir heimsbyggðina til annarra landa og eru síðan vælandi það að það verið að henda þeim út öllum þessum löndum. Allir hata þá svo mikið. En þau hafa ekki þann einfalda hæfileika að kíkja í spegil og spurja býtu er það eitthvað sem við erum að gera sem veldur þessu
viðmóti gagnvart okkur. Þau hafa ekki þá hugsun í sínu höfði. Það er bara ekki til. Eins og hóran af Babylon hefur ekki skömm í sínum orðaforða eða blygðunartilfinningu í sínu tilfinningarlifi. Það bara er ekki. Hvernig sem það gerðist eða akkur það gerðist og ertu það hóruhatari? Ha? Já, þú hatar allar hórur. Ha? Ég náttúrulega ekki hlynntur því að fólk lendi í því að verða hórurnar frá Babylon. Ég tel það mjög mennsk örlög. Og því vil ég reyna að forða því að fólk lendi í þeim kringumstæðum og ég vil reyna að hjálpa þeim sem eru í þeim kringumstæðum að vinna sig út úr því. En sko ef þú hefur ekki einu sinni ákveðin element, þá getur ekki einu sinni unnið út úr hlutunum. Þú bara getur það ekki. Þú hefur ekki það sem til þarf. Þú hefur ekki mennsku í þér. Þú hefur ekki velsæmi í þér. Og þið sjáu það að þessi hópur, þegar að kom loksins til þeirra einhver sem sagði þeim til sakana, sagði hvað þau voru við farisi og fræðimenn sérstaklega og víxlarana. Þið eru börn andskotans og ég veit ekki hvað og meira segja að Jesú beitti víxlarana ofbeldi. Og þetta er sko, síónismin er bankaveldið, þeirra helsti business er bankaokurlánastarfsemi. Þannig að það hefur ekkert breyst og musterismyntin er peningakerfið sem við erum að nota, það hefur ekkert breyst. Og þetta kerfi krossfesti Jesú Krist án sakar. Þeir gátu ekkert sakfelldan fyrir neitt. Og þeir fóru með hann frá einu dómara til annars þannig að þeir fengu loksins málaliða til þess að krossfesta hann, Rómverjana. Hunda gengi í andskotans og og sögðu látið blóð hans koma yfir börnin okkar. Þannig að þessir síónistar eru alveg hræðilegt fyrirbæri. Mér væri svo sem alveg sama ef þeir væru bara að gera sitt fínir í sínum leynifélögum og í sínum kjöllurum sko, eða hvar þeir eru nú í sínum musterum sko, sem er ekki sínagógur heldur er það bankamusteri og alls konar musteri. Þeir eru út allt, þeir eru í öllum söfnum og dreifa sér út allt. Og þeir leggja mikið upp úr því að spilla almenningi. Til dæmis þegar að síónistar voru að ráðast inn í Afganistan með NATO og kó, þar með talið Íslendinga, með stuðning Íslendinga, þá byrjuðu þeir að dreifa alls konar klámi og svona siðspillandi efni út allt Indland. Nei, ég sést segi Afganistan fyrir ekki. Og það var bara fólk kom einhver svona kallar komu heim og það var bara vídeoteip á tröppunni á þeim sko. Allt sem var frítt sko. Ekki það ég sé eitthvað fanatískur á móti klámi sko. Ég er ekki að tala um það. Ég er að tala um siðspillingar áhrifin og notkun á meðal annars klámi til þess að brjóta niður siðferðis vitund hjá mannfólki. Og með þessari klámvæðingu til dæmis, þá hætta ákveðin element að virka. Hættir að virka fjölskyldan, hætta að virka eðlileg sambönd og fleira slíkt. Og þau eru áttökur á því að síónistar eru með annan standard hjá sér. Þeir láta ekki sín börn
nálgast klám eða siðspillandi efni. Börnin þeirra eru ekki að stunda kynlíf út allan bæ. Þannig að það eru tvöfaldir staðlar sko. Og börnunum, á okkar matvælamörkuðum til dæmis gríðarlega mikið eitur. Börnin þeirra borða bara heilbrigðan mat og gott fæði. En við fáum í stórmörkuðunum bara eiturdrullu sko. Þannig að þessi hópur skynjar þá sem og segja sjálfur í sínum trúaritum að við erum góim og við erum lægra sett en þau, og síðan endar alltaf með því að heimurinn slær tilbaka og leggur Jerúsalem í rúst, það sem stendur ekki steini við steini, sem að ég spá að muni gerast aftur núna innan við 5 ár. Ég held að sé innan við 5 ár þannig að Jerúsalem verður lagt í rúst aftur. Og það bara þegar síónistan, áráðsráðuneyti síónistans byrjar að bulla, fólk bara hlustar enginn á þetta lið. En svo annað sko, það að stýra andstöðu. Áttu ykkur á því að kommunismin, Marx var síónisti sko, að all þetta kommunista gengi eru síónista líka, þannig að þeir ráðast frá báðum hliðum. Hvað heitir hann, Gunnar Smári Egilsson, hann í Sósíalistaflokki Íslands, hann með síónisti. Hann vinnur að stefnu síónistan. Að þeir sem að eru til dæmis styðja Seðlabanka á Íslandi, þeir eru að syngja söngva síónistans. Þeir sem að styðja til dæmis verðtrygginguna eru að syngja söngva síónistans. Þeir sem að vilja innheimta skatta af fólki eru að syngja söngva síónistans. Þeir sem að vilja stjórna þér og ráða yfir þér og líta á þig sem búfénað, það eru söngvar síónistans. Þannig að ég veit það ekki sko, þegar að búið var að jafna Jerúsalem við jörð og þessu pakki var dreift alla jörð, getur ímyndar og takið eitthvað af þessu pakkin á heimili hjá þér og svo búið að nauðga, þetta pakk búið að nauðga öllum á heimilinu og drepa helminginn af heimilismönnum og bara selja allt fjölskyldusilfrið og það bara allt í rúst heima hjá þér eftir að hafa reynda að hjálpa þessu pakki. Og svo hendurðu þeim bara út, bara nei, ekki meira, nú bara burt með þig. Þá það ofsóknir gegn viðkomandi sko. Þið sjáu það að meiri hluti heimsins í diplomasíunum þeir reyna ekki svona að tala við þetta lið. Þetta gjörsamlega heilalaust pakk. Það ekki hægt að það er ekki eins og hægt að byrja rökræður við þetta pakk. Það bara ekki hægt, því miður. Þannig að Sameinuðu rassgötin sko, þau munu hrynja innanfrá. Það munu fjalla þess að satt. Afkomendur þeirra sem voru að flýja kaþólska, eða voru að flýja mikið breska krúnuna og kaþólsku plebbana, fluttu til Ameríku til þess að reyna að byrja nýtt fyrirbæri þar. Þegar ég tala Sameinuðu rassgötinu þá ég ekki að tala þetta fólk.
Þetta fólk er þetta second amendment og first amendment fólk sem að veit að vopnaður almenningur hræðir stjórnvöld og vopnuð stjórnvöld eru alltaf einræðisstjórn og reyna alltaf að afvopna almenning. Þess vegna tel ég að það verði borgarastyrjöld í Sameinuðu raskatunum mjög fljótlega og þessi síónisku öfl mun vera hreinsuð út þar, hvort sem þau vera hreinsuð niður í jörðina eða með einhverjum öðrum hætti. Allt ríkt fólk í Sameinuðu raskatunum er búið að koma sér fyrir annars staðar. Þeir sjá þetta auðveldlega fyrir. Dollarinn mun deyja bara á einni nóttu, mun hann bara hverfa. Og Jerúsalem, Síónistan, mun vera eitt, þannig að ekki stendur steini við steini þar. Og Sádi plebía mun vera eitt líka. Það mun bara vera þurrkað út. Og þannig að þessi öfl reyndar eru að reyna, þið sjáu þessi chemtrails eru ættuð frá síónistum, það er kveðja frá síónistum. Þar hafa menn verið að tala um að þeir séu að sita lithium og fleira slíkt sem að jafnvel deyfir fólk og eru með efni sem að sérstaklega eru skaðleg fyrir heilabúið. Þegar þú andar að þér þessu dóti, þetta svifryk í Reykjavík er mikið frá chemtrails. Þetta eru þessar nanoagnir sem koma frá flugvélunum að hluta til. En þessi mikla aukning er það að þetta eru þessar agnir og þú andar ferða hér upp og hérna er þinna inn í heilun sem að auðvelt er að sannreyna með að skoða aukning á Alzheimer til dæmis, gríðarlega aukning á því. Og þeir sem anda sér alumínium nanovögnum og baríum, það eykst hjá þeim eða eyðileggur þeim heilan. Þannig að þetta er það sem þeim kalla þögul vopn, þessi hljóðlát vopn fyrir þögul stríð. Það er verið að ráðast á okkur núna með þessum efnum. Og ég meina það virðist vera að það sé verið að reyna bara hreinlega að útrýma víkingastofninum til dæmis, eða okkur, hver sem við erum nú. Af því að við erum þau einu sem að erum konungar, við konungar, víkingar. Og ef að þú vilt hafa heimsyfirráð og vera konungur yfir heiminum, þá vilt ekki hafa neina aðra konunga í gangi. Vilt bara eyða þeim. Og það er það sem að síónistan stendur fyrir. Að gera þig að leiguliða, eignalausa, aumingja. Og þið sjáu að það er bara í gangi á Íslandi. Og þeir sem er ekki í þessum húsþræla mafjum, til sjáu að það er verið að keyra upp verðið á öllu Reykjavík sem þýðir að það hunsast allir fátækir út úr borginni. Það er planið. Það er planið að þeir sem er ekki inn í þessum fjármálasvindlmyllum, þeir sem er ekki víxlarar eða farisér eða fræðamenn, þeir hafa bara hreinlega ekki efnaði að vera í borginni. Og þeir sjáu sviðsmyndina sem er sett upp í Biblíun á tímum Jesú, þá talaði um þessa lamaða fólkið eða þeir sem voru allir svona veikir. Og svo voru farisér og fræðamenn sem gengu þar á milli og einhver vogaði sér að segja að þeir var að gera eitthvað rangt, þá var komið til bara grýttu til bana, bara guðlast eða hatursáróður eða hvað kölluð það þá. Að það er gert með eitri og það sama er verið að gera við því. Þess vegna allir er svona mikil áhersla á að setja bóluefni í alla. Það er hreinlega verið að eitra fyrir fólki. Og þetta
pakk bólusettur ekki sig eða börnin sín. Eins og Jesús sagði, af hverjum innheimta konungir jarðar tolla og gjöld, eða tolla og skatta. Af börnum sínum eða ókunnugum. Og Pétur svaraði af ókunnugum. Og þá sagði Jesús, já þá eru börnin frjáls, börn konungana, eða síónistarnir í dag, og vígslararnir og farisegar og fræðimenn. Börnin þeirra eru öll frjáls, en það borga þau enga skatta. Stendur einfallega í samningi IMF, stendur þar að enginn af þeim borgar skatta eða engin lög ná yfir það, og sami sáttmáli er við Sameinuðu þjóðanna. Þetta er bara staðreynd sem þú getur fundið út sjálfur. Þannig að söngvar síónismans, söngvar síónistan og Sameinuðu raskatana eru viðbjóður og berað mótmæla og vinna gegn á öllum mætti. En einhverja pælingar einhverja friðsamlega lausnir þarna eða einhverja samninga er algjörlega er vitfirring. Það er ekki þannig. Það mun einfaldlega enda þannig að síónistan verður eitt. Það er bara þannig. Og Sameinuðu raskutin munu hrynja innanfrá. Og ekki það ég sé óska eftir, ég bara svona horfi á taflborðið og þessi plebbar hafa haft mikinn og langan tíma til þess að snúa við að villu síns vegar. Þannig að þetta fyrirbæri sem er að gerast í síónistan og Sameinuðu raskatunum er í raun ákveðin sjálfsmorðs trúarbrögð. Þið vitið það að það er fullt af trúarhópum sem hafa verið með svona sjálfsmorðs doktrinn. Það sem að þeir allt líðið bara dreipu sig til að komast í eitthvað geimfar eða það er alveg ótrúlegt hvað hópisminn getur leitt fólk langt frá raunveruleikanum. Og það er í þessum lygasöngum satanistans. Það er í raun death cult. Það er eins og þið vitið fyrirbæri hjá Sameinuðu raskatuna sem þeir kalla death by cop eða suicide by cop. Þá viltu fremja sjálfsmorð. En þú ferð og gerir eitthvað fáránlegt til þess að fá lögguna til þess að drepa þig, sko. Það er í raun það sem síónistan er að gera. Suicide by cop, eða suicide. Þessi hegðun þeirra og framkoma og framgengni er suicidal. Þetta getur ekki gengið. Það er alveg vitað að þeir munu fá þeir munu vera þurrkaðir út. Það er bara sagan, biblíusagan, mannkynssagan bara segir það. Það er bara einföld staðreynd, sko. Og þessi síóniski humanismi sem er í rauninni, ef þú skoðar biblíuna, er þetta kallað satanismi, söngvar satans. Það er í raun af sömu plötunni og söngvar síónistans. Þetta er sama lagið sem við erum að spila fyrir þig. Og ég vissi ekki að síónistan væri í Evrópu einu sinni. Af hverju eru þeir að vinna Evrópusöngvakeppni? Það er að því þetta heitir Eurovision. Þetta er ekki söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva. Þetta er ákveðin sýn, Evrópusýn, sem að er
heimsifráð eða dauði sín, síónista söngvarnir. Þannig nú það. Ef þú ert ekki sammála mér eða vilt blasta mig, þá hérna fullt að plássi til að kommenta undir. Ef þú vilt styrkja Frelsi TV eða mig, Axel Pétur Axelsson, þá hérna fullt einhverju linkar undir. Annar linkurinn alls konar bólir og fínir í sem hægt að panta og ég fæ $1 kannski eða hægt að leggja bara beint inn á mig á PayPalið. Og hérna svo með íslenska bankareikning ef fólk vil það frekar. Og hérna styrkja mig með því að deila vídeóunum og mæla með því að fólk horfi á þetta ef þið teljið að það sé ykkur þörf á því. Og svo bara þakka ég ykkur fyrir komuna og mér sýnist ég vera að ná svona tökum á því að vera með eitt málefni í hverju vídeói. Sjá hvernig þetta form virkar. Þannig að þið vona meira góðgæti. Takk fyrir, verið sæl.